Slysavarnafélagið á 13 björgunarskip sem það rekur vítt og breitt um landið. Hver og einn bátur rekinn af björgunarbátasjóð á hverjum stað fyrir sig í samstarfi við björgunarsveitirnar á svæðinu og Slysavarnafélagið. Sjóðirnir sjá fjárhagslegan hluta, viðhald og að skipin séu skoðuð og í standi og einingarnar manna síðan skipin. Þau eru orðin gömul, þau eru vel nothæf og eru bara í góðu standi með aldur, en þau fer hrakandi og við þurfum að fara að huga að því að endurnýja þau og það er það sem við erum að gera núna. Við verðum að fá betri og öruggari búnað. Vissulega eru skipin sem eru með núna vel hönnuð en þau eru hönnuð 1960 og eitthvað. Það er löngu kominn tími til þess að uppfæra þennan búnað sem skipin eru. Og það mikilvægasta sem að nýtt björgunarskip þarf að hafa er ganghraði, aðstaða fyrir áhöfn og öryggi fyrir áhöfn. Það segir sig sjálft að það er ekki hægt að gera út 42 ára gamla björgunarbúnað. Það er enginn að nota 42 ára gamla vélsleða ennþá til að fara að sækja ferðamenn á fjöll. Við höfum bara alltaf aðra skoðun á því hvernig hlutirnir eiga að vera í dag heldur en þeir voru 1960. Ef við ætlum að kaupa aftur notuð skip þá dugar okkur bara í 10 eða 15 ári viðbót, en ef við kaupum ný skip þá erum við kannski að kaupa fyrir næstu 30-40 ári. Það er 2 ár síðan við byrjuðum á þessari vinnu að átta okkur á því hvert við ætlum að fara og hvernig við ætlum að gera það og hvaða skip myndi henta okkur best. Sjálfboðaliðarnir voru allir kallaðir saman á fund þar sem við farið yfir þarfirnar, farið yfir útköll undanfarinna ára og yfir þá þætti sem að skiptir sjálfboðaliðar máli í nýjum skipum. Það er búið að fara í heimsóknir í skipasmíðastöðvar, það er búið að leggja fram skýrslur, það er búið að kanna þörfina. Þegar menn eru spurðir hvað er vilja og hvað er vilja að geta gert og hvað er telja sig þurfa að geta gert með nýjum skipum, að þá komu alls konar sjónarmið upp á yfirborðið og eftir að hafa átt góð samtöl að þá erum við konur á þá línu að við teljum okkur vera búin að finna uppskrifta skipi sem að hentar öllum. Það að velja bara eitt skip fyrir alla, það auðveldar alla þjálfun, það auðveldar allt viðhald, það gerir það að verkum að við getum verið með samþætta þjálfun eins og við gerum í svo mörgu öðrum. Við viljum geta verið með samþætta þjálfun skipstjórnarmanna og vélstjórnarmanna út all land. Verið með sömu kennsluna fyrir vélstjórana, sömu kennsluna fyrir skipstjórana. Það skiptir öllu máli að sá sem er á Ísafirði að hann geti nota skipið sem er í Vestmannaeyjum. Núna er vinnan í gangi að reyna að finna rétta skipið með þessar kröfur sem búið að gera. Það eru alls konar skýrslu sem búið að gera og alls konar gögn sem búið að taka inn í útreikninginn og þannig að við erum búin að leggja mikla vinnu í að finna rétt skip. Já, við erum með svokallaðan nýsmíðahóp. Þetta eru 9 aðilar innan félagi sem þekkja starf björgunarskipanna mjög ítarlega. Þessi menn voru allir valdir úr grasrótinni, þeir sóttu að komast í þennan hóp. Nýsmíðahópurinn er búinn að skoða fullt af skipasmíðastöðum út í heimi, út í Evrópu og víðar meira að segja. Við erum búin að skoða fleiri en einn valkost á Íslandi og við fengið rosalega góða kynningar og tæknilega góðum kostum. Við höfum alveg frá því við byrjuðum þetta fyrst vandað okkur í hverju einasta skrefi sem við tekið og við stefnum á það að þegar við tökum ákvörðun þá munum við ekki sjá eftir neinu. Lokahnykkurinn er tvíþættur. Það er annars vegar að finna rétt skip sem að hentar okkur öllum og getur notað við íslenskar aðstæður og svo hins vegar er að fjármagna verkefnið. Það er náttúrulega stærsti liðurinn því að auðvitað getum við ekki keypt ný skip ef við fáum ekki fjármagn. Við erum þessa dagana að ljúka samningum við ríkið hlutafjármögnun á þessu verkefni. Aðkoma ríkisins skiptir auðvitað hellingsmáli og það er alveg ljóst að það er ekki farið í þetta verkefni án þeirra. En við eigum líka eftir að fara út í samfélagið og finna meira fjármagn í skipin og þurfum við aðstoð samfélagsins til þess að koma þessu verkefni yfir endalínuna. Það er mikil hagkvæmni fólgin í því líka að taka skipin öll eins. Það verður mikil hagræði í því að kaupa í magni það sem að settir í skipin. Við stefnum náttúrulega að því að nýta peningana eins vel og hægt er og við munum fara ofan í kjölinn og öllum hlutum sem keyptir eru í ný skip. Það er raunhæft að velja eitt skip sem að hentar öllum. Við erum komin aðeins langt í því. Já, við erum komin á þann stað. Það er allir sammála um það að lífbjargandi fasi skipanna er það sem að skiptir máli. Við þurfum meiri ganghraða, við þurfum betra pláss fyrir sjúklinga, starfið þarf að vera spennandi, skipin þurfa að vera spennandi fyrir sjálfboðaliðana sem að koma. Þetta þarf að vera gaman, þú átt ekki að koma inn í skip sem að
lítur þreytt út, þú þarft að vera spenntur fyrir starfinu. Tvöfalda gangkráin, tvöfalda það sem við komist á fyrsta klukkutíma, sem þýðir það að eftir ákveðin tíma erum við búin að dekka alla ströndina í kringum Ísland. Það er eitthvað sem við bara getum ekki gert með núverandi skipaflota. Það er rosalega mikilvægt fyrir verkefnið að við göngum öll í takt, við pössum það að við séum búin að spyrja allra spurningana, við séum búin að finna það að við séum að velja réttu skipin. Það skiptir öllu máli, við erum að fara í fjárfestingu sem er risastór og við ætlum að eiga þessi skip í langan tíma.